Já, komið sæl. Kaldaloftið streymir nú hérna suður á bóginn, ætta frá heimskautinu og því eru svalir dagar hjá okkur framundan og ekki bara hjá okkur því að það er líka kalt hérna í Skandinavíu og eins er að kólna hérna á Bretlandseyjum og síðan það eru ekki kalt loft sem rennur hérna fram frá Kanada suður á bóginn og allt gerir þetta verkum að hlýja loftið fjarlægist okkur og það sem meira er að á mörkum þessa kalda og hlýja loftsins þar liggur lægðabrautin og hún liggur nú hérna langt fyrir sunnan okkur og þannig að lægðirnar komin til að streyma hérna yfir Bretlandseyjar og síðan áfram upp með Skandinavíu. Og ef við lítum betur á þetta á yfirlitskortinu þá sjáum við hvernig lægðirnar komi hérna yfir Bretlandseyjar og Skandinavíu og við á meðan sitjum við hérna í norðaustlægri átt og þessi norðanátt hún ætlar að vera svona ráðandi hjá okkur næstu dagana. Nú, ef við lítum aðeins á Íslandskortið á morgun að þá er nú gert ráð fyrir því að það verði norðaustlæga átt ríkjandi, það verður svalt í veðri, hitatölur ekki nema svona rétt yfir frostmarkinu, kannski 6-8 stig hiti hérna á norðvesturhorninu. Nú síðan er nú gert ráð fyrir því að það verði nú einhver svona smá él landið norðaustanvert en þetta er ekkert í miklu magni en sunnan og vestanlands er gert ráð fyrir að það verði þurrt og bjart og sjást nú bara nokkuð víða til sólar. Nú síðan áfram á fimmtudaginn að þá verður norðaustanáttin áfram ráðandi, hitatölurnar bara nokkuð svipaðar svona rétt yfir frostmarkinu hérna landið norðanvert en 5-6 stiga hiti sunnanlands og það má gera ráð fyrir því að það verði áframhaldandi einhver snjóél landið norðanvert en þurrt og bjart sunnan og vestanlands og síðan áfram á föstudeginum eru svona ekki mikla breytingar, helstu breytingarnar eru nú þær að áttin verður meira norðlæg og það kólnar enn frekar í veðri þannig að það verður svona komið vaktfrost hérna allt norðanvert landið meðan að sunnan til ennum gert ráð fyrir að verði svona 4-5 stiga hiti og getur nú orðið bara víða sól en aftur á móti þungbúið fyrir norðan. Nú, ef við kíkjum aðeins á laugardaginn að þá er norðanáttin áfram ráðandi og getur nú orðið nokkuð stíf hérna landið norðanvert og frostið það svona er 3-4 stig og áfram snjóar eitthvað fyrir norðan. Sunnanlands er aftur á móti gert ráð fyrir áframhaldandi þurrviðri og sólskini en hitinn svona rétt yfir frostmarkinu þannig að þó að það verði bjart í veðri að þá verður samt ansi kalt. Nú við skulum líta aðeins til Evrópu og þá sjáum við hérna hvernig lægðirnar koma hérna yfir Bretlandseyjar þannig að rignir vel á Bretlandseyjum á morgun og eins er nú svona það verður nú svona nokkuð þurrt í Skandinavíu og gæti nú orðið sést nokkuð víða til sólar en það verður nú svona fremur svalt og hæstu hitatölur ekki nema í kringum 10 stigin. Síðan kemur þetta úrkomusvæði hérna yfir Mið-Evrópu og þá mun rigna mjög víða en það er aftur á móti háþrýstisvæði sem að teygir sig hérna niður á Balkanskagann þannig að þar gæti orðið bjart veður og sömuleiðis á Ítalíu, allavega Suður Ítalíu er gert ráð fyrir fínu veðri en þetta úrkomusvæði hérna sem teygir sig niður á Alpana það gæti nú svona teygt sig hérna það langt suður á bóginn að það rignir eitthvað á Norður Ítalíu á morgun en í Grikklandi ætti nú að vera hið fínasta veður. Ef við lítum aðeins á Íberíuskagann að þá er nú gert ráð fyrir einhverri rigningu í Portúgal þó að það sé nú svona kannski ekki miklu magni fremur þungbúið á Spáni og það má gera ráð fyrir því að það sjást nú kannski eitthvað aðeins til sólar svona allra syðst en annars ætti nú verður nú svona frekar þungbúið og síðan er gert ráð fyrir talsvert mikilli úrkomu hérna í Frakklandi. En hjá okkur á morgun er gert ráð fyrir norðaustlægri átt skýjað og einhver snjóél hérna norðaustan til en sunnan og vestanverðlandið er gert ráð fyrir að það verði nú bjartviðri en það verður nú svona ansi svalt í veðri. Látum þetta duga verið í bili, verið sæl.